Sæll Snorri og velkomin til Kisa Kaljó. Takk fyrir það. Hvernig líst þér á aðstæðurnar hérna úti og hvernig eru þær öðruvísi heldur en heima? Það er náttúrulega algjörlega frábæra aðstæður að vera svona aðskilinn og eiginlega bara út í sveit þar sem að krakkar og náttúrulega við þjálfarnir getum bara einbeitt okkur að þessu verkefni sem er hérna. Íþróttahúsið er náttúrulega frábært og svefnaðstæður mjög góðar en já, það er í rauninni ekki við neina kvarta, maturinn góður þannig að okkur líst bara rosalega vel á þetta og líður bara vel hérna. Hvernig ertu búin að undirbúa liðið fyrir mótið? Við byrjuðum í lok maí með undirbúning og höfum lagt mikla áherslu bara á svona þessi einkenni sem við höfum sem er spila hratt og spila krafti og pressa stíft og spila svona okkar leik. Strákarnir búin að vera duglegir að æfa, við náðum 23 æfingum áður en við fórum út og vonum bara að það sýni sig svo inn á vellinum hérna. Þetta mót er náttúrulega undirbúningur fyrir Evrópukeppnina þar sem markmiðið er að gera vel. Þannig að við munum kannski ekki vera alveg full force hérna en reynum náttúrulega að gera okkar besta. Og þið eru búin að hafa núna í rauninni fáið 2 daga til að undirbúa ykkur hérna. Mótið byrjar á morgun, fyrsti leikur á móti Svíþjóð. Hversu vel þekkir þetta sænska lið? Ekki mikið. Ég kannast einhverja stráka sem ég sá á Scania-kappnum páskana og sömuleiðis eigum við leiki með þeim frá því í janúar. Þar sem þeir spiluðu við Eista, Letta og Finna. En það er 6 mánaða gamli leikir og við höfum aðeins skoðað það en það er bara það sem við þurfum að byggja á. Og þeir eru góðir með sterkan leikstjórnanda og góða skotmenn, fína hæð. Þannig að það er svona hlutir sem við þurfum aðeins að reyna að brjóta upp hjá þeim og við erum að skoða það hvernig við munum gera það en svo ætlum við bara að ráðast á veikleikana hjá þeim og höldum að við höfum yfirbyrði á ákveðnum stöðum. Svo kemur það bara í ljós hvort það sé satt eða ekki. Hvernig bolta viltu sjá strákana spila á þessu móti? Rosalega hratt en þó yfirvegað. Það er það sem þeir eru að læra núna. Við pressum mjög stíft, maður og mann allan völlinn og svo bara að þeir taki gleðina með sér og ánægjuna af því að vera svona í þessu tækifæri hérna að spila körfubolta á þessu leveli og njóti þess. Það er svona það sem við leggjum áherslu á að þið gerið. Takk fyrir. Takk fyrir mig.